Ertu tilbúin? Já. Fundi fram haldið og fyrir tekið 28. mál á þingskjali 28a, fyrri umræða, tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum prófasta, númer 7 frá 2023 til 2024, þar hæfisskilyrði. Flutningsmenn eru Þuríður Björk Víum Árnadóttir, Elín Borg Sturludóttir og Guðni Már Harðarson, og tekur nú Þuríður Björk Víum Árnadóttir til máls sem framsögumaður. Okay. Forseti, ég les tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum prófasta. Við 1. málsgrein 2. greinar bætist eftirfarandi málsgrein: Biskupi ber að taka mið af umsögnum, menntun, reynslu og jafnræði kynjanna við val á prófasti hverju sinni. Og við 1. málsgrein 3. greinar orðist svo: Útnefningin gildir í 6 ár en þá skal leitað umsagna að nýju. Í núgildandi starfsreglum segir að biskup eigi að útnefna prófast úr hópi þjónandi presta eftir að hafa leitað umsagnar þjónandi presta og djákna og formanna sóknarnefnda, en svo ekkert meira fjallað það eftir hverju í rauninni farið, hvort það sé farið eftir fjölda umsagna eða innihaldi umsagna eða hverju. Þannig að við erum að leggja til að þessu veri bætt við. Og það segir í markmiðskafla samþykktrar jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar að við ráðningar verði leitast við að jafna hlutföll kynjanna ef er að ræða jafnhæfa einstaklinga. Og einnig að markmið sé að stuðla að jafnri stöðu kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum. Og það hvatt til þess að eftir þessu sé farið og þessar breytingartillögur lagðar fram til þess að skýra starfsreglur val á prófastum. Og þá er lagt til að útnefning prófasta gildi í 6 ár en þá sé umsagnar leitað að nýju, og vígðir þjónar prófastdæmisins hafa þá möguleika á að senda inn umsagnir þess efnis að þeir óski eftir því að starfandi prófastur haldi stöðu sinni. En 6 ár er sami tími og kjörtímabil vígslu biskupa og biskups er samkvæmt starfsreglum. Takk fyrir. Orðið laust. Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Síðan Bryndís Marla Elídóttir. Til að biðja bara aðeins taka tillit til þess að reyna að tala í eins stuttu máli og þið getið. Forseti, ég skal vera snögg. Þetta er áhugavert mál og það sem mér finnst að vera að færa okkur yfir í það að þetta verði bara auglýst og það sé ráðið í prófastöðurnar eftir bara ráðningarreglum. Það ekki ráðning í dag, heldur þetta í raun og veru biskupi sjálfsagt sett nákvæmlega hverja hann velur sem sína trúnaðarmenn út í héraði, en þetta í raun og veru í dag eftir breytingar. Það er orðnir millistjórnendur og þess vegna hefði ég vilja sjá að þetta yrði bara það er bara ráðið, það er bara auglýst og svo bara ræður biskup og mannauðsteymið þarna í þessar stöður. Og hitt er að varðandi útnefninguna, ég bara, akkur ekki bara 6 mánuða uppsagnarfrestur eins og hjá öðrum prestum. Ég bara, ég meina það þýðir eiginlega yfirráðning, náttúrulega, nema manni sé bara sagt upp. Þannig að þetta kalla pínu á samtal hvað eru prófastar, hvernig eru þeir valdir og eru þeir valdir miðað við það hlutverk sem þeir hafa gagnvart biskupi. Eða þetta bara orðið millistjórnendastaða sem að þá verður bara að fara að auglýsa að því það er aðeins komið þarna. Varðandi ég hefði viljað sjá bara allir prófastar þyrftu að taka bara eitthvað námskeið í stjórninni, og bara, það væri bara að þetta er hæfi sem þarf að vera. En þetta að færa okkur út úr kerfi þar sem þetta var ákveðinu svona kannski mögulega einhvers konar gulrót eða velun fyrir velunustörf og svona, en það er það bara ekki lengur. Þetta er bara orðið, þetta er trúnaðarmenn biskups út í héraði og millistjórnendur. Alveg frá A til Ö hefði ég haldið með við alla starfsreglur sem við höfum sett og starfsskyldur á prófasta. En þannig að ég væri alveg til í svolítið umræðu þetta. Takk. Til máls tekur Bryndís Marla Elídóttir.
Forseti, ég þakka kærlega fyrir þetta mál og þessa tillögu en mér langaði að koma upp til að upplýsa það að það í gangi vinna við endurskoðun á starfsreglum prófasta. Sú vinna hefur verið í gangi núna í nokkur tíma og bara sjálfsagt að skoða þetta mál í því samhengi og ég veit meira að segja að biskup Íslands hefur jafnvel velt þeim möguleika fram að leggja fram tillögur á marsþinginu endurskoðun á starfsreglum prófastan. Þessi vinna nú þegar í gangi. En mér langar líka að vekja athygli á því sem stendur hérna aðeins í greinargerðinni, það bara fallið út greinilega hjá þeim sem skrifuðu hana, því að sjálfsögðu eru það ekki aðeins vígðir þjónar sem hafa möguleika á að senda inn umsagnir, það eru sjálfsögðu líka sóknarnefndarformenn sem senda inn umsagnir þegar verið að velja prófastan. Steindór Haraldsson tekur til máls. Já, forseti, ég veit af þessari nefnd sem að vinna að þessu og mér finnst það með áhugavert og eiginlega nauðsynlegt að við hugsum framtíðarskipulag í kirkjunni. Við erum verið að stækka prestaköllin, búa til sóknarpresta sem að hafa svo presta sér til hals og trausts og eiga að teljast yfirmenn þeirra og svo eru prófastar og svo vígslubiskupar. Ég held að allt þetta þurfi að takast og ræjast saman og hugsast saman. Og nú er komin í biskup og nú er tækifæri til þess aðeins að fara yfir þessa hluti og áhugavert sem Arna var að segja, ég tek alveg undir þetta er mörguleyti rétt, en mér finnst að þurfa að ræða þetta í heild sinni. Takk fyrir. Axel Árnason Njarðvík tekur til máls. Forseti, ef prófastur trúnaðarmaður biskups, ef það niðurstaðan að hann sé það, þá hlýtur biskup að velja sem trúnaðarmann sjálfur, ekki eftir tilnefningum eða umsögnum annarra. Ef hún vill mig eða hann sem prófast, þá gerir hún það þegjandi hljóðalaust. Þarf ekki að fá Árna eða Rúna til þess að mæla með mér, því að hún myndi aldrei velja prófast sem hún hefði ekki trúnað eða traust á. Þannig að þetta eitthvað skrítið. Þetta kannski ekkert ósvipað að velja sér maka. Við viljum gera það sjálf. En ekki eftir tilmælum einhverja vinkona eða vina. Þetta eitthvað skrítið. Finnst ykkur það ekki? Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum tala biskup Íslands, Guðrún Karls Helgadóttir. Já, forseti, við erum komin langa veg frá því að prófastar voru augu og eyru biskups. Þetta ekki svona í dag, það miklu meiri millistjórnendur. Og það alveg svona hæpið að tengja það akkurat biskupi. Það einmitt gott að prófastur áfram eða búið að kjósa hann eða velja hann eða útnefna hann. Og hann þá góður stuðningur við biskups af því að hann fer með hluta af því tilsjónavaldi í framkvæmd sem liggur hjá biskup Íslands. Það bara biskup Íslands sem hefur tilsjónavald og hann deilir því út í framkvæmd til vígslubiskupa og til prófasta. En þetta svo algjörlega úr takti held ég að tala þetta eins og þetta var. Einhverju sérstækir trúnaðarmenn biskups Íslands nema að því leyti að þeir bera fyrir hans hönd ábyrgð á ákveðnum verkum og stjórnun sem millistjórnendur. Og gríðarlega vel skilgreint starf prófasta í dag og mjög mikilvægt. Ég fagna tillögunni hér að því leytinu til og alveg sérstaklega varðandi fyrri greinina að biskup gefinn svona skýrari rammi hvað hann má miða við vegna þess að svo hann fái ekki á sig kæru við að útnefna prófastinn.
Í dag er þetta ekki neitt sem hann hefur í höndunum, er ekki neitt skrifað það hvað hann má miða við og ef að tilnefningarnar eða umsagnarnar eru flestar á einn, að þá er biskup eiginlega skyldur að taka mið af því eins og ég lenti mitt í og þá sko það var ekkert það hefur ekkert verið neitt jafnrétti, ekkert kynjakvóta, aldur eða neitt í þessum reglum, þannig að það er ekkert sem maður getur stuðst við raunverulega svona hardcore í því ákvörðun sinni, ég verð að taka tillit til menntunar og svo framvegis. Þess vegna á því litum til að þetta er mjög góð regla og ég fagna henni, en ég ítreka það líka, gallið þarna í greinargerðinni að langflestar umsagnir, að meiri hluti umsagna sem að biskup fær þegar hann kallar eftir umsóknum eru frá leikmönnum, frá sóknendafólki. Þannig að það er alltaf meiri hluti umsagna þar og þannig að það ræður bara mjög miklu hvað sóknendafólki finnst þetta. Og þar af leiðandi er áríðandi að biskup hafi svona viðmiðanir sem maður getur staðið á í rökstuðningi af því að ég hef þurft að rökstuða val sem þetta. Takk. Til máls tekur biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, ég vissi ekki hversu gríðarlega mikilvægir prófastarnir eru fyrr en eftir að ég varð biskup. Reyndar var ég búin að fylgjast með í svolítinn tíma hvernig þessar stöður hafa svolítið verið að breytast og þær hafa virkilega verið að því og ég myndi segja þetta væri það er alltaf skýrar og skýrar að hversu mikilvæg einmitt milli stjórnendastaða þetta er og ég vil gjarnan nýta þessu stöðu vel þannig og reyna einmitt til þess að vera með góða verkaskiptingu. Og til dæmis þá finnst mér ekkert að biskupi að gera allt sjálf, heldur einmitt að geta deilt niður verkefnum deilt verkefnum á annað fólk og til þess að vera í samvinnu, samtali og samráði. Og þar kemur nefnilega það sem að skiptir svo miklu máli, að prófastarnir í það minnsta eins og þeir virka núna eru raunverulega trúnaðarmenn og konur. Og það er alveg ofboðslega gott að geta haft það þannig. En ég ætla ekki að hafa neinar afgerandi skoðanir á þessu. Mér finnst ég ekki endilega að gera það. En mér finnst samt sem áður mér finnst næstu því þetta ætti eiginlega annarkvort að vera þannig að biskup bara velur sér þá trúnaðarmenn, prófasta, eða þá að við ráðum í þetta og við auglýsum og við ráðum og við erum bara með reglur vegna þess að þetta verð eins og þetta núna, það er oft svolítið tortryggni í kringum þetta. Var það raunverulega þessi sem fekk flesta tilnefningar eða var eitthvað annað sem réði? Þessi umræða kemur mjög oft upp þegar prófastar eru valdir og það hefur verið til dæmis rætt mikið undanfarið með að það hefur hvort það sé farið eftir reynslu, menntun, jafnrétti, stöðu jafnréttismála og þess háttar. Og það er svo lítið þetta í sjálfum starfsreglunum einmitt núna. Það er í starfsreglum kirkjunnar annað en ekki akkurat þessum reglum. Þannig að nú er verið að endurskoða þessar reglur og það er virkilega gott og ég hlakka til að fylgjast með því. Það var bara þetta sem ég langaði að koma á framfæri. Til máls tekur Stefán Magnússon. Og síðan framsóknarmaður. Forseti. Þetta mál sem hér er lagt fram finnst mér vera ágætt og ég styð það. Það er til bóta. Og ég þarf svolítið að nýta í Kristján Björnsson, vígslubiskup. Þrátt fyrir að þessar reglur hafi ekki verið til staðar, þá velur maður ekki einstaklingi þetta embætti, þetta starf,
með því að telja umsagnir. Það gengur ekkert upp. Þú lest umsagnir en telur þær ekki. Þannig að auðvitað gátu menn allan daginn farið eftir þessari kategóríu sem þarna eins og gert nánast hvað sem þó þetta hafi ekki verið nákvæmlega í þeim starfsreglum. Fyrst að þetta var eitthvað flókið, þá skulum við bara setja þetta í starfsreglum. Þá tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir til máls. Forseti, ég þakka þessar umræður, þessar góðu umræður, og það er gott að heyra að það eru margir sem að vilja ganga lengra og taka þessar starfsreglur algjörlega í nefið. Það var í rauninni það sem við vildum gera, við bara höfðum ekki tíma, þannig að þetta var svona svolítið bráðabirgða að bæta þessu þó við, því að eins og við höfum heyrt hér að þá vandamál til staðar, vegna þess að það ekkert sem að segir hvernig biskup eigi að velja þennan prófast, hvort hann eigi einmitt að telja þessar umsagnir, hvort hann eigi að horfa í eitthvað annað. Og eins og staðan núna við erum með 9 prófasta og það eru 6 karlar og 3 konur, þannig að það er klárlega ekki verið að fara eftir jafnréttisstefnunni okkar, þannig að þetta er vandamál. Og þetta er rauninni gert til þess að bregðast upp stöðunni eins og núna, og ég fagna því að sé verið að taka þessar starfsreglur í gegn og hlakka til að sjá hvað kemur út úr því. Fyrri umræðu er lokið 28. mál. Þeir sem geta samþykkt að málið fari til síðari umræðu gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt til að málið fari í löggjafarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Fyrir er tekið 18. mál. Það er tillaga til þingsályktunar sölu fasteignar Kópanesbraut 17 Hólmavík. Flutningsmaður er Árni Helgason og aðrir úr stjórn Þjóðkirkjunnar, og tekur Árni Helgason til máls. Forseti, þetta er sem sé tillaga til þingsályktunar sölu fasteignar sem að stjórn flytur í heild sinni og hljóðar þannig: Kirkjuþing 2024-25 samþykkir að heimila sölu fasteignarinnar Kópanesbraut 17 510 Hólmavík, fasteignarnúmer F212878, enda fáist viðeigandi verð fyrir. Og í greinargerðinni segir að þessi tillaga feli í sér heimild til sölu ofangreindrar eignar. Ástæðurnar eru þær í fyrsta lagi að fasteignin er ekki nýtt við þjónustuna, heldur er hún leigð út á almennum markaði. En við viljum geta þess að þetta er ekki í samræmi við starfsreglur kirkjuþings fasteignir, þar að segja að það búa færri en 500 manns á Hólmavík, þannig að það ætti að vera prestbústaður á staðnum. Hins vegar er staðan svo að núverandi prestur kýs að búa í eigin húsnæði og eignir því almennri útleigu eins og áður segir, og til viðbótar er ljóst að fyrir liggur töluvert mikill kostnaður í viðhaldi á eigninni, auk þess sem að það hentar illa núverandi, eða þar að segja eins og fjölskyldustærðir eru í dag. Þetta er stórt hús, 280 fermetrar, og þar af leiðandi rekstrarkostnaður á því hár, og þetta er svona í sama dúr og rætt hefur verið hér áður á þinginu, þar að segja að hluti af okkar fasteignum eru of stórar og henta illa fyrir presta í dag, og þess vegna leggur stjórnin til að eignin verði seld, en hins vegar sé því algjörlega haldið opnu ef að komi prestur á staðinn sem að þurfi húsnæði, þá verði keypt annað húsnæði undir þann prest, vegna þess að samkvæmt reglunum þá ber okkur að vera með prestbústað þarna. Og ég legg sem sagt til að þetta fari í aðra umræðu og síðan til fjárhagsnefndar. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er það fyrri umræðu lokið. Lagt er til að málið fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt er til að málið fari til fjárhagsnefndar. Gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Og þá er
Fyrir tekið 21. mál, tillaga að breytingum á starfsreglum með þingsköp kirkjuþings númer 11/2021 til 22, það framkvæmdastjóri þjóðkirkjunnar hafi málfrelsi og tillögu rétt. Flutningsmaður er Steindór Runibjörg Haraldsson, Óskar Magnússon og Stefán Magnússon og flutningsmaður tekur nú til máls. Steindór Haraldsson. Forseti, ég er hérna með tillögu að breyting á starfsreglum við þingsköp og þið sé það að þá málfrelsi og tillögurétt á fundi kirkjuþings hafa þetta er breytingartillaga sem hljóðar svo, fyrirgefið. Málfrelsi og tillögurétt á fundum kirkjuþings hafa kirkjuþingsfulltrúa, biskup Íslands, vígslubiskuparnir í Skálholti og á Hólum, framkvæmdastjóri þjóðkirkjunnar, fulltrúi guðfræði og trúarbragðafræðideildar Háskóla Íslands og fulltrúi kirkjuþings unga fólksins. Biskupi Íslands og forseti kirkjuþings geta falið fulltrúum sínum að gera grein fyrir þingmáli og taka þátt í umræðum fyrir sína hönd. Og svo önnur grein eins og hún er starfsgreinigerðin. Ég skrifaði ekki langa greinigerð með þessu. Mér finnst þetta liggja svo í augum uppi, en við teljum að það sé nauðsynlegt að framkvæmdastjóri þjóðkirkjunnar, hann er framkvæmdastjóri þjóðkirkjunnar, ég er að segja það einu sinni enn, hafi málfrelsi og tillögurétt á kirkjuþingi. Framkvæmdastjóri verður meðal annars að geta svara kirkjuþingsfulltrúum fyrir ýmsu fjárhagsaðgerðir sem þjónustumiðstöð stendur fyrir. Og að mínu viti líka að hafa tækifæri til þess að gera grein fyrir málum sínum hinum ýmsu sem upp geta komið hér á þinginu. Ég legg til að þetta fari í löggjafarnefnd og í aðra umræðu. Takk fyrir. Orðið er leyst 21. mál. Enginn hefur kvatt til hljóðs og þá umræðu lokið. Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Verða að vera fljót, ég mjög snögga. Forseti, ég nú yfirleitt á þeirri skoðun að fólk eigi að fá að tala og segja sína skoðanir. Hins vegar velti ég fyrir mér hvort það væri eðlilegt að ráðuneytisstjórar á Alþingi hefði tillögu og málfrelsi inn á Alþingi Íslands. Og ég er ekki með þessu að segja að mér finnist að framkvæmdastjóri þjóðkirkjunnar eigi ekki að hafa tillögu og málfrelsi hér á þinginu, en mér finnst að við þurfum að ræða, mér finnst það ekkert eðlilegt endilega. En við þurfum að skoða, mér finnst hins vegar ekkert mál að fyrir hönd stjórnar tali framkvæmdastjóri þegar að formaður stjórnar biður það, og það er bara hið eðlilegasti framganga á öllum svona málum og eins hefur það bara verið hér í þessum þingsal auðsótt mál hjá forseta kirkjuþings ef að biskup Íslands vill að fulltrúi sinn tali eða forseti sjálf vill að einhver tali fyrir sína hönd, þá hefur það bara auðsótt og eðlilegt mál. En ég var að koma hérna upp að því ég held að yrði kannski einhver umræð þetta því að við erum á nýjum tímum, það hefur ekki verið svona áður, þannig að þetta er eitthvað nýtt. Tölum þetta. Ekki flýta okkur of mikið. Til máls tekur Auður Thorberg Jónasdóttir og eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti. Þetta er mál sem hefur vakið undrun mína síðan ég byrjaði fyrir 2 árum, það er mjög stutt síðan ég veit það. Og nú er ég enginn atvinnuræðumaður og ég er andstutt og ég er með skjálfandi hendur að standa hérna uppi. En þöggunar tilburðirnir samt, þú veist, tölum þetta, já, leyfum öllum að tala, já, og bara við verðum að, ok, ég ætla að byrja eftir. Já, takk. Margir hérna er ekki atvinnuræðufólk og það er ótrúlega erfitt að standa hérna uppi og tala hlutir sem mann finnst erfiðir. Og það sé vera að kjósa á móti því að setja mál í allra umræðu.
mér finnst það ekki eðlilegt. Mér finnst það ekki passa við að tölum þetta. Það eru nýir tímar, já, tölum þetta. Mér finnst þetta svo sjálfsagt og ég var svo bit að þetta væri ekki hann inni. Að framkvæmdastjóri hefði ekki málfrelsi og ég hugsa, já, það bara af því að það verður aldrei, sjáu þetta, af því að það verður aldrei bara, það vantar bara, það var bara eftir að uppfæra þetta af því að það var ekki framkvæmdastjóri nema nýlega. Og þetta er svo lykilatriði sem skiptir svo ótrúlega miklu máli til að fá leikmenn upp til að tala erfiða hluti. Það að það sé tekið vel í það að það sé ekki gert lítið úr okkur og það að við bara fáum að, vera inn og titra og skjálfa. Þetta er ógeðslega erfitt að standa þarna. Þeir eru bara húsmóður á Eyjafirðinum sem að, við vunum að vera bara á skrifstofu með 3 skjái fyrir fram að sig og ekki vun þessu, allir þessar umgerð, öll þessum hátíðleika, öllu þessu umhverfi. Þannig að tölum vanlega, en tölum. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti. Ég hef jákvæð afstöðu til þess að þetta mál verði skoðað og ég tek það fram strax. Við höfum átt mjög gott samstarf við framkvæmdastjórann í stjórninni, það var nú komið fram hér áður og að sjálfsögðu að þá köllum við eftir sjónarmiðum framkvæmdastjóra þegar að fjárhagsleg málefni koma til umræðu á vettvangi stjórnarinnar eins og gerðist hér í upphafi þessa þings undir öðrum málum og ég hef ekki rætt þetta við framkvæmdastjórann í sjálfu sér og ég hef ekki heyrt í honum þetta mál en það hefur verið mjög gott samstarf á milli okkar og ég hef verið vakandi fyrir því allavega frá minni hlið að hann tjái sig og gerir frekari grein fyrir málum sem að varða fjárhagsleg málefni í kirkjunni en mér er sjálfsagt að skoða þetta. Ég veit ekki hvort þetta ætti að taka til annarra starfsmanna eins og kannski var verið að í að hér áðan en allavega ég er jákvæður gagnvart því að þetta mál sé skoðað. Kristján Björnsson, vígslubiskup, tekur til máls. Forseti, það er ágætt að hafa, ef að þingi vill, þá er gott að hafa það bara í starfsreglunum. En ég er ekki sáttur við röðina. Ég vil að fulltrúi Guðfræða og trúarbragðadeildar komi næst og eftir okkur vígslubiskupunum. Og þetta er svona svipað eins og setja bara fjármálin ofar en Guðfræðina. Ég segi þetta bara svona. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er þá, Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, ég þakka þessar umræður og ég hugsaði bara ekki út í þetta, Kristján minn. Ég skrifaði þetta niður. Það mér er alveg saman hvernig þetta lítur út. Og það má hafa þetta allavega. Ég átti ekki von á því að nokkur einasti maður hér í salnum eða kona hefði nokkuð við það að athuga að framkvæmdastjóri þjóðkirkjunnar hefði hér málfrelsi og tilveru. Ég hef ekki trú á því að það séu margir á þeirri skoðun. Takk fyrir. Þá er fyrri umræðu lokið 21. mál. Lagt er til að málið fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt er til að málið fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið. Nei. Ég minni á að það þarf að þeir sem að vilja leggja fyrirspurnir, þá þarf það að gerast sólarhring áður en þeim er svarað til biskups og stjórnar. En þá er það fyrir tekið þá 29. mál. Guðni Már. Tillaga breytingum á starfsreglum í kjör til kirkjuþings, númer 8 frá 21 til 22, hámark kjörtímabils, flutningsmaður er Guðni Már Harðarson.
Bryndís Mál Elídóttir og Margrét Eggertsdóttir og tekur þá Guðni Már Harðarson til máls sem framsögumaður. Já, eftirfarandi mun þá samkvæmt tillögunni bætast við 5. grein starfsreglna. Kirkjuþingsfulltrúi getur að hámarki setið 3 kjörtímabil samfellt sem aðalmaður. Og svo 2. grein starfsreglu þessar sem settar með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 öðlast gildi við birtingu. Greinargerðin, ég ætla bara að lesa hana. Kirkjuþing hefur á undanförnum árum samþykkt veigamiklar breytingar á stjórnskipan kirkjunnar. Kirkjuþing fer samkvæmt lögum með æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald. Í ljósi þessa mikla valds sem kirkjuþing hefur telur flutningsfólk rétt að kirkjuþing setji hámarkstíma á kjörgengi til kirkjuþings. Lagt til að kirkjuþingsfulltrúar sitji ekki lengur en 3 kjörtímabil samfellt sem aðalmenn. Með því tryggt að eðlileg endurnýjun verði með reglubundnum hætti á þinginu sem stuðlar að heilbrigðri valddreifingu. Tillagan leggur einnig grunn að því að kirkjufólk sem hefur ákveðna sýn fyrir kirkjuna og brennur fyrir málefnunnar komi hugsjónum sínum á framfæri innan ákveðins tíma. Myndir á að biskupar eru kjörnir til 6 ára í senn og rætt hefur verið að setja hámarkstíma á kjörtímabil biskupa eins og var rætt í Grensáskirkju á síðasta kirkjuþingi. Flutningsfólk telur að með samþykkt þessara tillögu sé kirkjuþing að ganga á undan með góðu fordæmi og hvetji leið til þess að fleiri komi að störfum og ákvörðunum kirkjuþings. Tillagan felur ekki í sér kostnað. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni talar Árni Helgason. Forseti, mér langaði bara að beina því til löggjafarnefndar væntanlega sem að fær þetta mál væntanlega til sín að ræða það hvað verður svona fólk sem að kemur inn á miðju kjörtímabili, kannski á seinasta ári. Hvorum einn fellur það? Það telst það kjörtímabil með og svo 2 í viðbót eða hvernig farið með svoleiðis? Bara það sé rætt þannig að við séum ekki lendið því einhvern tímann að það verði vesen. Annars bara svona til að deila þið með ykkur þá þetta fyrirkomulag sem ég þekki vel frá lúterska heimssambandinu þar sem að fólk fær bara að sitja 2 kjörtímabil í stjórn og það oft erfitt að sjá eftir góðu fólki en það þessi svona skýra stefna að þessi rótering af fólki og gefa öðrum tækifæri og sem bara fallegt þó það sé oft erfitt. Til máls tekur Árni Helgason. Forseti, ég tek nú undir það sem að Þura nefndi að það held ég að þurfa að vera skýrt í þessum reglum hvað við miðað. Það verður auðvitað einfalt að segja 3 heil kjörtímabil til dæmis. Þannig ef einhver kemur inn seint á kjörtímabilið þá þurfa hann að sitja í 3 heil. Í öðru lagi finnst mér ástæða til þess að þarna kæmi fram hvað verður þá fulltrúar sem nú þegar hafa setið 3 kjörtímabil. Erum við að tala að þetta byrja að telja þegar þetta samþykkt eða erum við að fara aftur í tíman? Það verður að liggja fyrir ef að þingið samþykkir þetta því annars erum við í einhverju tómarúmi og vitum ekki hvaða reglur gilda. Í þriðja lagi þá ég ekkert ósammála því að hafa reglur það hversu lengi menn geta setið en við megum samt ekki gleyma þessu sem að menn kalla stofnanaminni að það ekki gott að það verði of hröð endurnýjun. 12 ár eða 3 kjörtímabil kannski hæfilegu tími en ég held að sé rétt að við bara ræðum það og mér finnst til dæmis 2 vera of stutt, 4 hugsanlega en í grunninn ég ekki ósammála því að gera þetta en það þarf að vera alveg skýrt hvaða reglur gilda þetta og framkemur auðvitað í tillögunni tímalengdin. Til máls tekur Stefán Magnússon.
forseti. Nú rekst hvað á annars horn, eins og sagt er. Við höfum oftar en ekki talað um það að það sé erfitt að fá fólk til að bjóða sér fram til kirkjuþings. Og þess að erum við að fara að gera það ennþá erfiðara að manna framboð til kirkjuþings. Það þarf líka að hafa það í huga að það er endurnýjun á 4 ára fresti. Á að ganga gegn þeim því grasrótarfólki sem að vill að einhver sitji lengur heldur en 3 kjörtímabil. Er það vilji kirkjuþings? Áttum okkur líka á því að hér sitja inni 2 hópar, prestar og leikmenn. Ef við ætlum að vera nú alveg svona með hlutina dálítið svona jafnvægi, þá ætti kannski prestar að fá að sitja 1 kjörtímabil ef að leikmenn með að sitja 3. Eða 2 kjörtímabil vegna þess að leikmenn er miklu lengur að setja sig inn í kirkjumálinn heldur en prestar, eðli málsins samkvæmt. Og regla sem gildir í prestafélaginu á kannski ekki endilega gilda á kirkjuþingi. Ég hef allavega ekki séð vandamálið við það að hafa þessa bara opið. Einhverju kunna ég að segja að það sé 2 vandamál í kirkjuþinginu sem þurfa að lesa og það er alveg sjónarmið. En eru þau vandamál þá þannig að sé til trafala fyrir þingið? Eru þeir sem hafa setið hér lengi og lengst eitthvað óþægilegir eða ekki með sjónarmið sem að verður að taka mark á? Þetta er svona vangaveltur sko. Ég sé enga þörf fyrir þessa breytingu, ég segi alveg eins og er. Og þó ekki væri nema bara út af því hvað erfitt er að fá fólk og út af því hvað þetta er tyrfið að komast inn í þetta. Ég hef eiginlega meiri áhyggjur af þeim leikmönnum allavega sem síðustu 14 árið hafa komið inn á kirkjuþing en kosið að sitja ekki nema 1 kjörtímabil, hámark 2. Það finnst mér mjög vond vegna þess að við höfum verið með gríðarlega öfluga leikmenn innan kirkjuþingi, mikið kirkjufólk sem hafa bara ekki látið bjóða sér hlutina lengur og bara farið. Það tengist svolítið því sem ég sagði hér í gærmorgun að kannski þurfum við að gera upp við fortíðina. Tímabilið síðustu 25 árin eða svo. Ég allavega mun ekki styðja þetta mál og hvet fólk til að styðja það ekki. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Axel Arnarsson Njarðvík, gjör svo vel, og síðan framsögumaður. Forseti, það segir í predikarunum allt hafi sinn tíma og við vorum að tala um kosningar áðan og það er líka snúið að finna og skynja sinn vitunartíma en við hljótum líka að velta þessu til þess að fólkið kýs með þeim hætti sem þó kosið er og ef menn kjósa mig aftur að 2 árin liðnum, þá er ég að fara yfir 8 árin og inn á 12 árið. Er æskilegt að stoppa það? Þannig ég er svolítið með Stefáni þarna að við hljótum
að hugsa til þess að þetta er kannski miklu flóknara heldur en menn halda bara 4 ár eða 12 ár. Hvaðan þau koma, kannski koma þau frá Bandaríkjunum að þar megi forseti bara vera í 1-2 kjörtímabil, já, 2. Roosevelt var nú held ég 3 eða 4, þótti gott þá. Hvað menn er í raun og veru að gera, og þetta var nú gott hvort það ætti að gilda aftur tíman, þetta skiptir það máli, þá er maður búinn að synga, en ég myndi vilja hugsa þetta miklu betur hvað við erum að gera með því að afmarka tíman. Við lifum lengur og það er rétt sem Stefán segir, það tekur tíma að skilja hluti. Það tekur 16 ára að búa til lækni og verkfræðing og jafnvel prest frá því maður hefur skólagöngu. Það tekur allt sinn tíma og hvort að 8 ár sé bara ekki góður undirbúningstími fyrir næstu 8 ár, ég veit það ekki. Ég vil svona leggja þetta í púkkið. Hvað ert þú búin að vera, ég má ekki spyrja. Ég er búin að vera 8-10 ár núna. 8-10 ár? 8-10 ár. Frá upphafi kristni. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson. Já, forseti, mér líst svolítið vel á þetta mál, en þetta hins vegar útilokar ekkert það, ef ég skil þetta rétt, þetta útilokar ekki það að menn geti komið svo inn aftur. Það er að segja að því ég skil vel að það er dýrmætt að hafa reynslu og það er ekki gott eins og kom fram hjá Árna að það sé endalaus endurnýjun, það sé alltaf nýtt fólk. Og þegar þetta kjörtímabil hófst þá minnir mig að það hafi verið meiri hluti okkar að setjast á þingið í fyrsta sinn, ef ég man rétt. Þannig að það er ákveðin endurnýjun, en þetta er líka, held ég, bara hollt að við kannski sem að þegar fólk kemur inn á kirkjuþingið að það kannski stendur fyrir einhver sjónarmið og við reynum að vinna þeim fylgi og höfum ákveðin tíma til þess. Það er ekkert gefið að við fáum endurnýjað umboð ef við gefum kost á okkur á kjörtímabili 2 og svo framvegis. En þetta útilokar ekki það að einhverjir reynsluboltar sem eru kannski búnir að vera 3 kjörtímabil komast ekki inn á 4. kjörtímabil en geta komið þá inn nokkrum árum síðar ef það er það dýrmæt reynsla að þingið vill ekki verða án þeirra reynslu. Til máls tekur Auður Torberg Jónasdóttir og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég er alin upp í sveit, maður bara fara strax á bak aftur. Það dettur af. Og ég er svona meiri þeirri stöðu að reyna að þrauka þetta kjörtímabil. Ég er ekki fann að hugsa að ekki banna mér að vera hérna 4. kjörtímabilið. En snýst þetta ekki einhvers staðar traust? Og þá er ég ekki að meina traust til kirkjuþingfulltrúa, heldur traust til kjósandana. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, myndi þetta þá þýða að ég get ekki boðið mig fram aftur? Það er líklega þannig. Ég las í Kjarnesi í morgun, elstur hér, og við Stefán elstir að starfsreynslu, báðir búin að vera, þetta er 4. kjörtímabilið okkar. Ég hefði nú hugsað mér að þrauka nokkur í viðbót. Það var nú alltaf meiningin. En burtséð frá því hvað er rétt og rangt í því hjá mér, þá finnst mér það eigi að vera í höndum þess fólks sem er að kjósa okkur, hvort þau vilja fá okkur áfram eða ekki. Mér finnst þetta ekki lýðræðislegt og ekki rétt að setja svona skorður. Og það er fólkið sem við erum að vinna fyrir, sem á að ráða því hvort við erum hérna inni eða ekki. En ég ætla ekkert að segja ykkur það strax hvort ég ætla að fara fram aftur eða ekki. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og þá býð ég frummælanda að taka til máls. Guðni Már Harðarson.
takk fyrir góðar umræður og ábendingar. Það eru nokkrar spurningar, 3 kjörtímabil og það var þá spurt hvort þetta þýddi heil eða ég hugsa allavega fyrir mitt leyti, ég hef ekki alveg talað við öll sem eru með mér á hérna tillögunni, en að það mætti alveg bæta bara nú þegar, gera mínum huga, bara hafa setið 3 heil kjörtímabil. Þannig að ef að þú ert kosin sem varamaður og dettur inn, að þá teljist það ár kannski ekki að þú myndir þá mega að vera 3 heil kjörtímabil sem aðalmaður. Nú síðan var spurt hvað var meira? Hvenær þetta tekur gildi? Í rauninni sé ég bara fyrir mér og að þetta taki gildi frá og með næsta kjörtímabili, en akkurat það sem að Sigurður Grétar var að benda á, að það er þá möguleiki að koma aftur inn en að taka pásu. Ég bara held að þetta sé mjög snjallt, meðal annars vegna þess að ég er sjálfur í þessari stöðu í Biblíufélaginu. Þetta var sett þar af stjórn fyrir nokkrum árum og þar var margir í stjórninu búin að vera 44 ár og þegar að þessum reglum var breytt þá þurfti að fara að leita nýju fólki og það kom mikið af ungu fólki inn og margt af því sem að Biblíufélagið hefur verið að ná fram undanfarið er kannski að því að það er drifkraftur og líka í því að ég nefnilega þá var það ekki þannig að vera heilt kjörtímabil, ég bara fekk að vera hálft, fyrst að komin á hálfu og nú er ég detta inn á 3. kjörtímabil mitt og mér finnst svo gott að hafa þennan slagkraft. Nú hef ég 2 ár og svo ger ég það sem ég vil gera fyrir Biblíufélagið, svo er mínum tíma lokið. Við höfum bara svo mikið af fólki í grasrótinni sem við þurfum að leita til og það er mikill mannauður og ég held að þetta geti bara gert okkur mjög gott. Við höfum líka séð þetta bara í safnaðarstarfinu hjá mér í alfastarfi. Það voru margir sem voru búin að vera lengi og það var oft verið að reyna að fara, þessi hefur svo mikla reynslu, en þegar maður svona aðeins bakkar og hleypir kannski líka öðrum að, þá geta góðir hlutir gerst og ég held að við séum líka að tala að það hjálpi bara mjög mikið að ég datt aðeins út bara, man ekki hvað ég var að fara að segja. Ég var farin að, ég er svolítið þreytur. Hvað segirðu? Já, það er ýmislegt sem hjálpar í þessu lífi. Já, það er Guð hjálpar. Nei, já. En ég bara, mér fannst ég hafa gert svo góða punkta, svo bara man ég ekki alveg hvað ég ætlaði að segja meira. En er einhver spurning sem er ósvarað? Nei, akkurat. Hvað segirðu? Já, í rauninni, þannig sé ég að tillagan sé núna að þetta eigi við að ef þú ert búin að vera 3, þá ertu ekki að fara að bjóða þig fram aftur. Já, skerðing á lýðræðinu, hvort þetta skerði lýðræðið, ég sé ekki að þetta skerði lýðræðið það mikið, það er nefnilega líka, þú hefur þá bara rétt til að vera ákveðið lengi og ég meina það er hægt að nota það, Pútín notar það til dæmis að það skerði lýðræðið að fólki megi ekki kjósa hann áfram. Það var eina hans rökum og hann hefur látið breyta einu og öðru fyrir sig í nafni lýðræðisins. En ég held að þetta þýðir bara að þú gerir og svo er það þá bara líka, komdu þá bara aftur eftir 4 ár. Þú veist, það var ein hugmynd, þú meir aldrei, ég held að sé þannig í Biblíufélaginu, ég megi bara ekki koma aftur. En þetta var allavega svona hugsun, við veltum þessu fyrir sér, ætti þetta að vera 2 tímabil, ætti að vera 4, þetta er tillagan okkar sem að fer inn í nefndina. Umræðu er þá lokið 29. mál. Lagt er til að máli fari í seinni umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar, þeir sem geta samþykkt það. Einhver á móti, takk fyrir. Fyrir er tekið á 27. mál. Tillaga breyting á starfsreglum við kjör til kirkjuþings nr. 8/2021 til 22 fjölgun ungra fulltrúa.
Flutningsmenn eru Guðni Már Harðarson, Hilda María Sigurðardóttir og Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur þá framsögumaður til máls. Já, forseti, ég ætla að byrja að svindla aðeins og koma með eitt punkt sem ég glemdi að segja áðan. Það er þetta skerðing á lýðræðinu. Ég held að sé það ekkit frekar en þessi skerðing á lýðræðinu að biskup megi bara vera mögulega 12 eða 15 ár eins og hefur verið umræðum. En varðandi þessa tillögu, þá er hún afrakstur eiginlega af nefnd sem var skipuð til þess að fara eftir lúterska heimssambandinu sem áðan var líka nefnt í síðasta máli, þar sem að þau setja sér ákveðin markmið og það er að 20% fulltrúa sé alltaf 35 ára og yngri. Og okkur var falið að skoða þetta eftir að hafa vel tekið í þetta og ég var ánægður að sjá það líka í tillögum Magnúsar og Auðar varðandi hitt. Við skoðum þetta og fundum nokkru sinnum og það voru ýmsar leiðir, svo ég bara aðeins fari í það hvað var upp á borðum. Það var bara förum alla leið og tryggjum að það sé alltaf einhver úr hverju prófastæmi. Það var eitt sem við hugsuðum, að hvert prófastæmi þurfum við alltaf að kjósa einn. Það hefði verið dýrasta leiðin, því að hún hefði þá kostað 9 fulltrúa, 9, og þá hefði við verið komið með 36 fulltrúa, við hefðum þá eiginlega þurft að hafa á 37 og fengið þá þann 10. inn. Það var dýrasta leiðin. En þá hefði verið tryggt að það væri alltaf kosið. Hvert prófastæmi þyrfti að kjósa í kjördeild yngri en 35 ára. Til þess að vera ódýrari leið, það er þá bara breytt reglunum að þeir 27 sem núna, að 6 til 7 af þeim væru kosnir inn í, og þá gerir reglurnar okkar að þá hefði þurft að búa til eitt kjördæmi þar sem að þú kýst yfir allt landið og þetta þótti okkur svolítið flókið. Þannig að niðurstaðan sem er eiginlega svo leið sem við ákváðum að fara var að fara ekki alla leið að tryggja það algjörlega að það yrðu alltaf 20%, heldur nýta, þetta er ódýrasta leiðin og þannig sem að nefndin komst að væri svona skynsömust kannski sem fyrsta skref og vonandi bara til þess að fara að gerast svona lífrænt. Að það sé bara inn í hugsun okkar alltaf að það verði 35 ára og yngri að bjóða sér fram á kirkjuþing af því að það eru svo margir 35 ára yngri í öllum sóknarnefndunum. Og tillagan sem sagt þá þannig að við leggjum til að okkar góði fulltrúi sem að við þekkjum orðið vel og eða sá sem verður kosinn af fulltrúi kirkjuþingi unga fólksins, það kostar ekkert að gefa viðkomandi auka ekki bara málfrelsi og tillögurétt, heldur líka atkvæðisrétt. Það kostar 0 krónur. Ef við myndum bara að gera það, þá erum við komið að vandan að þá eru 30 á þinginu og það viljum við ekki verða að hafa 8 tölu og þess vegna leggjum við til að kirkjuþing unga fólksins skipi alltaf 2 og það verður þá farið þannig að það sé 1 af landsbyggðinni og 1 af höfuðborgar Kjalarness eins og í presta umdæminu, þar segja Kjalarness og Reykjavíkurprófastsdæmi 2, þar sé kosin 1 og svo sé landsbyggðin sem kjósi 1 út frá reglum kirkjuþings og kostnaðurinn við þessa tillögu verði hún að veruleika þá að það þingfararkaup fyrir 31. Og ferðakostnaður. Síðan treystum við þá á það að það verði bara gerð vitundavakning í þetta og vonandi eins og Arnfríður var að segja, það ekkert langt síðan, það voru bara varla konur en það farið að gerast lífrænt. Óskandi væri bara við þyrftum ekki að hugsa þetta og þess vegna verðum við sem erum að starfa í sóknunum og í sóknarnefndunum að fara að hugsa þetta alltaf. Við erum ekki nógu góði í þessu Lindakirkju, það ekki 20%, en það eru nokkrir yngri 35 ára í sóknarnefndinni, en við þurfum bara að fara að setja þetta inn. Við getum ekki hnift í neitt eða þessa ef við erum ekki komið nógu marga 35 ára. Að við reynum að eiga þetta þannig að þá ætti þetta að gerast lífrænt. Það svona tillagan, svo ég segja hana, en vil ég eitthvað ég lesa þetta yfir. Ég búin að segja
þetta, ég held ég sé ekki að lesa þetta því ég er búinn að halda þessa ræðu starf nefndarinnar og við vorum einhuga að þetta væri, en Bella var sem sagt í nefndinni ásamt mér og Þuríði, en Bella hefur lokið, hún var ekki kosin aftur, þannig að það er nýr fulltrúi sem er framsögumaður eða flutningsmaður á málinu. Takk fyrir. Orðið er laust. Steindór Haraldsson hefur beðið orðið og tekur nú til máls. Forseti, ég er algjörlega sammála þessu að þarna komi 2 fulltrúar inn frá unga fólkinu og þetta er ágætis aðferð að velja þá. En ég er ekki sammála hinum. Ég held að ég að fækka þeim verulega. Ég held að ég að nota tækifæri núna og fækka verulega á kirkjuþinginu. Og það við þurfum ekki að vera svona mörg. Þetta er bara tóm vitleysa. Og ég er að segja það að ég er tilbúin og finnst sjálfsagður hlutar að hér séu 2 fulltrúar frá unga fólkinu. Ég held að séu of margir prestar og of margir leikmenn. Ég er bara að segja það. 17 og 12, ég er að segja að þeim eigi að fækka. Það er endurhugsa kirkjuþingið. Við erum búin að breyta kirkjunu og eftir nokkur ár sjáum við það að við þurfum ekki á hverju einasta ári að hræra í öllum starfsreglum við kirkjunar. Það er alveg nóg að hafa kirkjuþing annað hvert ár og þetta hvaða stofnun er það í landinu sem þarf að snúa öllum reglum sínum við einu sinni á ári? Ég spyr bara. Reynið nú að hugsa rökrétt. Takk fyrir. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og síðan biskup Íslands. Forseti. Þessi tillaga gengur náttúrulega allt og skamt. Og nú ætlum ég að benda á að fyrir 7 árum síðan þá var það samþykkt að miðaskildi við ungt fólk á aldrinu 18–30 ára sé að jafnaði 20% þeirra innan hverjar skipulagsheildar þjóðkjöld sem hverju sinni taka bindandi ákvarðanir, semja áætlanir, skipuleggja starfsemi og hafa kosningarétt. Ef við segjum að séu 3 frá unga fólkinu, hvað er það stórt hlut? Það er bara 10%. Það er algjört lágmark að fara upp í 3, sko. Mér finnst 2, sko, ekki hugsa svona smátt, kæru vinnir. Og svo vil ég segja annað, af því að ég veit að ykkur segja strax þegar ef bætast 3 við, að þá séum við jöfntala og það sé slæmt. En nú ætlum ég að halda því fram að það er betra að hafa jafna tölu. Veit ég að hverju það er? Þá geta nefnilega slæmar tillögur fallið á jöfnum atkvæðum. Það þýðir það að til þess að tillaga sér góð þá þarf hann allavega að hafa alvöru meiri hluta. En svo ég haldi áfram aðeins að hræri ykkur eins og Axel gerir stundur svo skemmtilega hérna, að í raun skiptir engu máli hvort það er eiginlega 8-tala eða jöfntala, af því að það er alltaf sá möguleiki að þú sér annað hvort já eða nei eða situr já. Þannig að jafnvel þó að séu 8-tala þá geta tillögur fallið á jöfnum atkvæðum. En ég vil bara hvetja menn til þess að bara fara alla leið og segja 3. Takk. Sem er þú bara hálfleiðin. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og eftir henni talar biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti, einu sinni var ég yngst. Ég var 29 ára þegar ég byrjaði sóknarnefnd. Það var örugglega 20 ár í næsta mann. Þegar ég kom fyrst inn sem varamaður á kirkjuþing, og það eru svolítið mörg kjörtímabil síðan, þá held ég hafi dregið niður meðaltalið allavega 10 ár. En ég ætla nú ekki að fara að tala um það. Mér finnst þetta bara frábær leið til að koma, við getum tryggjum það að það sé alltaf fleiri en einn ungur maður hérna inni. Svo er náttúrulega ekkert sem að kemur í veg fyrir það að einhverjum af þessum 17 þarna eða 12 séu yngri líka. Þannig að mögulega getum við þannig fjölgað, en það er mjög flott. En það er eitt sem ég langar til að spyrja úti, ég held þetta sé copy-paste-villa hjá okkur. Mér langar til að vita hvaða sóknarnefnd það er sem að þeir eiga að hafa meðmæli með. Það kemur sem sagt fulltrúar skuli vera á aldrinum 18 til 35 ára, vera óvíðir og skuli hafa meðmæli sóknarnefndar. Ég þarf meðmæli sóknarnefndar, mér finnst trúlegt að þessi texta hafi verið tekin úr
bara reglunum eins og þær eru. Ég held bara að sé nóg að meðmælinn sé það að kirkjuþingið treystir þessu fólki. Það er bara komið punktur eftir óviðir. Legg það til. Til máls tekur biskup Íslands Guðrún Karl Helgadóttir og eftir henni talar Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan Stefán Már Gunnlaugsson. Forseti. Það skiptir svo miklu máli að við séum ekki alltaf bara að hugsa hvernig starf getum við búið til fyrir unga fólkið, heldur að unga fólki hafi raunverulega áhrif í kirkjunni. Og það þarf að hvetja sóknarnefndir til þess að kjósa ungt fólk og ég held meira sé að við þyrftum jafnvel að setja alvöru kvóta á sóknarnefndir þannig að það sé alltaf ungt fólk í sóknarnefndum. Ég er búin að vera til dæmis núna að finna fólk í ráðgjafahópinn minn, ungt fólk sem er í kirkjunni. Ég er líka með fólk sem er ekki starfandi eða í störfum í kirkjunni eða neinni þjónustu þannig, heldur bara utanaðkomandi. En það er ekki auðvelt að finna til dæmis fólk sem er í sóknarnefndum. Það er ein sóknarnefnd fyrir austan sem er með 2 manneskjur, 26 ára og 27 ára held ég. En ég styð þetta, ég held þetta sé ágætis byrjun, en best væri að ef við getum farið alla leið eins og Magnús segir og 6 manneskjur hér inni væru ungt fólk. Er það ekki upp í 35? Það er nefnilega ekkert sérstaklega ungt heldur. 35 ára er ekkert svakalega ungt og vitið það, 35 ára þau eru mjög fljóta eldast líka. Þannig að ég styð þetta og ég held að við eigum síðan í framtíðinni og helst bara í allra nánustu framtíð að ganga lengra. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Stefán Már Gunnlaugsson og síðan Stefán Magnússon. Já, forseti, ég styð þetta líka og mér finnst þetta einmitt því að svona heyrðu aðeins umræðuna áður og nú var og þetta hefur náttúrulega verið svolítið í umræðu og greinargerðin líka og Guðrún var nú að kynna hvaða svona pælingar voru og maður svona hefur aðeins velt þessu fyrir sér. Mér finnst það svona raunhæft skref og skynsamlegt og ekki hleypa kostnaði upp úr öllu valdi og svo er ágætt einmitt að hafa í huga líka tillöguna sem að Guðrún var kynnti áðan varðandi hámarkssetu hámarksfjölda kjörtímabili röð. Það gæti líka stutt við það að laga aðeins aldurssamsetningu upp á það að ná þessu markmiði með hlutföllin. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson og eftir honum talar Stefán Magnússon og síðan þá Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, það fyrir meira 20 ára síðan þá starfaði ég á biskupsstofu og biskupsritari þá var þetta kom til mín 2 dögum fyrir kirkjuþing og baði mig að finna 6 unga fulltrúa til að sitja á kirkjuþingi. Og mér tókst að finna 4. Mér fannst það gott afrek, svona 2 dögum fyrir þingið og ég gerði svona athugasemd við þetta, svolítið skrítið og hann sagði, þetta er bara gott fyrsta skref. Það voru 4. Núna eru í dag með 1, 20 árum síðar. Og búin að vera lengi. Þetta er náttúrulega lítið skref sem við erum að leggja hér til og löngu tímabært, löngu tímabært. Þetta erum búin að gera þetta fyrir 20 árum síðan, sjálfsögðu. Og við eigum náttúrulega líka að bara taka skrefið til fulls og segja bara 4. Ég ætla bara að bjóða það. Ef enginn býður betur, þá segi ég 4. Og líka vegna þess að þetta er ungt fólk, það þarf að vera saman í hóp, að hafa stuðning að hverju öðru. 2 er bara á lítið. Bara ímyndið hvað eru 4 ungi fulltrúar. Geggjað, bara frábært. Það myndi breyta andanum hér á þingjunum bara á svipstundu að svo breytingi væri. Þannig að þetta skiptir nefnilega máli. Við viljum breytingar fara upp og niður. Það er breytingar sem við viljum innleiða, það verða líka að byrja uppi til þess að náu niður. Það er alveg lykilatriði. Þannig við þurfum að vera fyrirmynd og þurfum að þora að taka þetta skref. Við þurfum að vera sýna þetta er hægt og mögulegt að það sé fullt af ungu fólki sem til að starfa innan kirkjunnar og vera í ábyrgðar hlutverki. En ég verð að vera samkvæmur sjálfur mér. Ég tek undir það að meðmæli frá sóknarnefnd, mér finnst það svolítið mikil krítería. Má alveg taka það út. Kirkjuþing, unga fólk sem kýs hana fulltrúa, það er bara alveg nóg krítería og þannig að þarf við sitja. Hitt er allt og flókið og bara leiðilegt í framkvæmd. Til
máls tekur Stefán Magnússon og síðan Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, þetta er í raun ágætistillaga. Það er hægt að fara reyndar aðra leiðir. Við getum fækkað leikum ofan í 6 og bætt við 6 eða 8 ungum. Það er ekkert vandamál. Ef að hugurinn stendur til þess, sem ég veit ekki. Það er kirkjuþing unga fólksins kýs fulltrúa hérna inn samkvæmt þessu, en hvernig er valið inn á kirkjuþing unga fólksins? Aðeins til umhugsunar. Hverjir gera það? En að frátöldum þessum smáatriðum þá held ég að sé bara ágætt smál. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þannig að framsögumaður tekur svo til máls á eftir henni. Jú, fulltrúi unga fólksins tekur til máls á eftir Jónína Rós. Forseti, þetta er skemmtileg umræða. Ég er náttúrulega búin að starfa svolítið í pólitík og það þótti dálítið fráleitt hérna í gamla dag þegar ungi jafnaðarmenn vildi fá 20% hlutdeild á listum. Það þótti nú ekki skynsamlegt, en ég held að sé ekki nokkuð maður í dag sem er annað en bara mjög ánægður með það. Og ég held það er svo gott að vera með alla aldurshópa saman. Það er svo gott fyrir okkur sem erum eldri að vinna með ungu fólki og ég leyfi mér að halda sér líka rosalega gott fyrir ungt fólk að vinna með eldra fólki. Þannig að kannski erum við ekki nógu duglega að blanda geði, erum við eitthvað feimin með unga fólki. Mér finnst til dæmis eins og þegar við höfum verið að leita fólki í sóknarnefnd hér, þá fer maður svolítið í það, nei, ég get nú ekki verið að tala við hana, hún er með ung börn og eitthvað svona og ég get ekki verið að leggja það á hana eða hann að vera að biðja þau að koma í sóknarnefnd. Þannig að kannski erum við líka eitthvað rög við að biðja ungt fólk að vera með okkur. Og svo vil ég bara segja eitthvað, ég vona að ég leyfi það að það verði frekar farið að ræða það að við þurfum að fá 20% af fólki eldra en 60 inn á kirkjuþing. Til máls tekur Hilda María Sigurðardóttir. Forseti, þetta var rætt á kirkjuþingi unga fólksins nú í september og fekk góðar undirtektir hjá ungmennunum þar. Varðandi kirkjuþing unga fólksins, til þess að þetta verði að veruleika, þá þarf að tryggja, eins og það kom mál fram í gær, það þarf að tryggja bara það hvernig því er háttað og hvernig er valið í stöðunar þar, af því að það er svolítið erfitt að manna þær og það eiga að vera, eða það er náttúrulega ekki komnir svæðisstjórar á öllu landinu, en þetta gæti verið hlutverk fyrir þá, en annars er þetta hlutverk prófastar, skilst mér, og það hefur bara ekki gengið nógu vel að manna, sérstaklega bara út á landi og það þarf meiri fyrirvara og meiri peninga og mannskap í að tryggja að starfið á kirkjuþingi unga fólksins sé viðunandi til þess að fá til þess að það sé hægt að kjósa fulltrúa til að koma á þetta þing og ég er alveg sammála því að tveir er ekki nóg en ég er sammála þeim að það er raunhæft fyrsta skref og það þarf líka áfram að vera hvatning fyrir sóknarnefndir að taka inn ungt fólk og kjósa fulltrúa líka þaðan, ekki bara frá kirkjuþinginu. Þá tekur Guðni Már Harðarson til máls og lýkur þar með umræðunni. Já, bara takk fyrir góðar umræður og ábrýningar. Það eru bara ekki búin að segja við séum að ganga hér allt og stutt. En það var alveg rætt líka, við vildum bara fá 9, einn úr hverju prófastæmi. Það var líka talað það hefur alveg gerst,
bara Bella sagði það sjálf að ég bauð mig fram að kirkjuþing af því ég ætlaði, en það bara einn sem kemst að úr mínu, hún sagði ég átti bara ekki séns í skólastjóran og öðlingin og alþingismannin Einar Má. Þannig að það er líka erfitt, en þá var ein hugmyndin, það þurfa allir að kjósa og það strandar ekki á mér sko. En þetta var svona hófstilt til það og kannski reyna að koma okkur, en mér finnst líka góð hugsun, er kannski og lítið að vera bara 2, að það væri, við þurfum fleiri klíkur á kirkjuþing. Svo spurt það sem að ég held að það sé að vera það sem að Anna Guðrún var að segja, ég get bara tekið til það. Ég held að kerfið sem að Stefán síðan spurði hvernig valið núna, þar kemstu bara ekkert alveg inn. Það eru prófastar í augnablikinu, svo tillaga að breyta því, það verður mögulega svæðistjórnir, þú mátt ekki alveg bara detta inn. En það verið að horfa í að það ákveðið margir frá hverju prófastemmi og það mjög svona fulltrúa lýðræðislegt, eða það að segja að það ekki hægt að vera bara einhver úr einni kirkju eitthvað svoleiðis. Ég held ég kannski fái bara að sleppa að svara því þegar það verður umræð það seinna á þinginu sem að vonandi bara svarar þeirri spurningu. Já, en líka ég held að þessi tillaga líka hún mun valdefla mikið og gefa meiri vigt inn í kirkjuþing unga fólksins. Þegar þú veist að það gæti verið 2, jafnvel 4 og að þið fáið ekki bara að hafa tillögurétt, heldur líka atkvæðisrétt og þannig að það verður jafnvel ennþá meira spennandi og ég held líka við getum alveg gert svolítið betur við það. Það hefur komið fram að það ekki grein nefndarlaun, ég held að sé bara borguð pizza og það svona mjög lásandi en líka falleg hugsjón þar að baki. En ég ætla ekki að tala ómikið um það, en það gott held ég að valdefla líka kirkjuþing unga fólksins. Einhverja spurningar sem ég gleyma að svara? Nei, takk. Umræðu þá lokið 27. mál. Lagt til að máli fari í seinni umræðu þeir sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir. Það samþykkt. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar þeir sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir. Fyrir þá tekið 4. mál. Tillaga breytingum á starfsreglum í kjör til kirkjuþings. Það kosningaréttur víðra eftir starfslok skráning á kjörskrá. Flutningsmenn eru Arna Grétarsdóttir, Axel Árnason Njarðvík og Stefán Már Gunnlaugsson og tekur fram sjómaður Arna Grétarsdóttir til máls. Forseti, ég flyt tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings nr. 8 og 2021-2022. 1. grein. Við 3. grein starfsreglana bætist C-liður sem hljóðar svo: prestur eða djákni látið hefur á störfum tímabundið eða vegna aldurs skráður í Íslensku þjóðkirkjuna og skráir sig á kjörskrá með rafrænum skilríkjum. Og ný önnur málsgrein hljóðar svo: kosningaréttur fylgi kjördæmaskipan samanber 2. grein og miðast við lögheimili á Íslandi eins og það skráð 1. apríl það ár kosning fer fram. Og númer eftirfarandi málsgreinar 3. greinar breytist samsvarandi. Og 2. grein. Við 4. grein starfsreglana bætist nýr C-liður sem hljóðar svo: C. Leikmaður sem skráir sig á kjörskrá með rafrænum skilríkjum skírður og skráður í Íslensku þjóðkirkjuna og hefur náð 16 ára aldri 1. apríl það ár kosning fer fram. Og ný önnur málsgrein hljóðar svo: kosningaréttur fylgi kjördæmaskipan samanber 2. grein og miðast við lögheimili á Íslandi eins og það skráð 1. apríl það ár kosning fer fram. Og númer eftirfarandi málsgreinar 4. greinar breytist samsvarandi. Og 3. greinin, 5. grein fellur brott og númer greina breytast samsvarandi. Og við 7. grein lið A bætist orðin stafliðnum A og B. Það er 4. greinin. Og 5. grein starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 öðlast gildi við birtingu og opnum vef þjóðkirkjunar. Og þá ætla ég að fara í greinagerðina. Það voru ný þjóðkirkjulög eins og við vitum öll sem tók gildi 1. júlí 2021 og þau gera sérst ráð fyrir auknu vægi kirkjuþings varðar fjárstjórnarvald. Árið 2022 lögðu kirkjuþingsfulltrúarnir, sú sem hér stendur, Axel Njarðvík Árnason, Guðrún Karls Helgudóttir, Hreinn Hákonarson og Skúli S. Ólafsson fram mál fyrir kirkjuþing
laut að því að hver leikmaður sem skráður væri í íslensku þjóðkirkjuna 18 ára og eldri skyldi öðlast rétt til kosninga til kirkjuþings og kosningaréttur skyldi fylgja kjördæmaskipan. Málið fékk ekki framgang en lítið skref var stigið í þá átt að fjölga leikmönnum þeim sem kjósa mættu allt að 15 í hverju prestakalli og sóknarnefndir skyldu velja þá einstaklinga sem að kosningaréttin hlytu. Og þetta hefur nú fengið ákveðið hefur verið nýtt og það eru svona 7-15 fulltrúar sem að valdir eru inn á kjörskrá af sóknarnefndum og það sem að hefur komið í ljós og svolítið áhugavert er að þetta er svolítið mikið makar bæði presta og sóknarnefndafólk sem að hafa þá verið þetta fólk sem að við töluðum að væri kannski skemmtilegt að væri þá frekar starfsfólk eða kórafólk eða eitthvað svoleiðis, organistarnir og svona. En hvað það? Okkur flutningsfólki finnst tímabært að taka næsta skref í átt til beins og aukins lýðræðis í þjóðkirkjunni. Stefnumótandi ákvarðanir kirkjuþings hafa í gegnum fjárheimildir mikið að segja það hvernig kirkjan þróast á næstu árum. Í þjóðkirkjulögunum frá árinu 2021 kveðið á að grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis í starfsháttum þjóðkirkjunnar sé haldið í heiðri og stefnumótun biskup Íslands í samstarfi við kirkjuþing mun leiða kirkju í sókn, eins og við höfum heyrt mikið, sem þjónar fólkinu í landinu í gleði og sorg af alúð með skýrri sýn og stefnufestu. Þessu trúi ég og sé mikið til farið að votta fyrir því. Aukin þáttaka kirkjufólks ásamt meðvitundum lýðræðisleg áhrif er mikilvæg þjóðkirkjunni, svo eðlileg endurnýjun og fjölbreyttur hópur kirkjufólks myndi svona ákvarðanateymi til þjónustu við landsmenn sem að sitja á kirkjuþingi. Í tillögu þessari er gert ráð fyrir að bæði vígðir og óvígðir sem skráðir eru í þjóðkirkjuna og eru skýrðir og náð að hafa 16 ára aldri geti skráð sig á kjörskrá og þar með hlotið kosningarétt, bæði vígðir og óvígðir. Tillaga þessi nær ekki til kjörgengis, svo við ruglum því nú ekki saman, og ekki til annarra kosninga í þjóðkirkjunni. En það gæti hugsanlega verið það skref sem hægt væri að horfa til er reynsla mótast af þessu skrefi. Í þessu ljósi þykir rétt að breyta bæði 3. grein og 4. grein starfsreglna kjör til kirkjuþings á þann veg að öll þau sem það vilja eru skráð í þjóðkirkjuna, skýrð, hafa náð 16 ára aldri og skráð sig á kjörskrá fái kosningarétt til kirkjuþings. Og ekki þykir rétt að þrengja að svo sjálfsögðum lýðræðislegum rétti sem kosningaréttur er og því eru teknar út þær útilokanir á leikmönnum og vígðum sem finnast í núgildandi starfsreglum. Nú eru það aðeins sóknarnefndir auk örfára valinna fulltrúa sem hafa þennan kosningarétt ásamt starfandi prestum og djáknum og þykir rétt að efla grasrót kirkjuna með þeim hætti að allir skráðir félagar í þjóðkirkjunni fá að njóta þeirra réttinda að kjósa fulltrúa til setu á kirkjuþingi innan þess kjördæmis sem fólk hefur lögheimili og hverfa þar með frá 2 og 3 þrepa fulltrúalýðræði. Og rétt þykir einnig að miða við 16 ára aldur til að auka og styðja við þátttöku og meðvitund ungs fólks til áhrifa í kirkjunni. Þá er rétt að taka fram að 5. grein starfsreglna fellur burt í tillögunni og það er gert til þess að ná því markmiði tillögunnar að allir sem vilja og uppfylla þá skilyrðin, aldur og vera skýrður og skrá sig á kjörskrá sem geti kosið. Ég ætla að hlaupa hérna hratt fyrir og beint lýðræði veitir almennu þjóðkirkjufólki sem áhuga hefur á að hafa áhrif með atkvæði sínu getur aukið þennan áhuga á stórum og mikilvægum málefnum kirkjunar og virkja fólk til frekari þátttöku. Ég bara trúi því virkilega að það að hafa kosningarétt virki til frekari þátttöku. Við eigum bara dæmi sem hafa verið sögð hér úr þessum ræðustóli varðandi kosningarétt kvenna og svo aukin þáttaka þeirra í starfi. Teljum við flutningsfólk að í nútíma samfélagi liggi aukin tækifæri til samtals og samskipta við kirkjufólk og eitt verkfæri til þess samtals sé að treysta öllum félögum þjóðkirkjunar til að fara með kosningarétt til kirkjuþings, það er 16 ára eldri. Þá langar mig bara aðeins að vísa í lokin til þessara ljómandi góðu skýrslu sem var flutt hérna áðan og þeirra góðu vinnu sem þar var unnin, sem er raun og veru hefur undirbyggt þetta mál, finnst mér, enn frekar. Og þá vil ég líka benda á í lokin að það er í sviga inn á málaskráni að það standi að þetta mál fjalli kosningarétt vígðra eftir starfslok og skráningu á kjörskrá. Vissulega fjallar þetta kosningarétt vígðra eftir starfslok, en það er ekki aðalmáli. Það er allir sem 16 ára eldri sem fá kosningarétt. Þetta fjallar ekki bara einhverja presta sem eru hættir að vinna.
bara svo það sé sagt. Þannig að þetta er misvísandi, þetta sem að setja í sviga núna. Nú, það er óverulegu kostnaður sem felst í því að samkeyra skráninga kirkjufólks og kjörskrá við félagatal þjóðkirkjunnar. Það hef ég þessi orð ekki lengri. Og ég legg til að þetta mál fari í aðra umræðu og inn í löggjafanefnd. Orðið er laust fjórða mál. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, já, þetta er að mörguleyti athyglisverð tillaga, ýmislegt í henni, en ég minni á það góðu umræðu sem við áttum hér mitt undir þriðja máli áðan. En það sem ég hef áður komið hér upp og rætt það að hversu mikilvægt það er að við séum að virða ákvarðanir kirkjuþings, og mér finnst ekki alveg nógu gott ef eitthvað er samþykkt á kirkjuþingi að það sé hægt að koma með það stuttu seinna og alveg einhvern veginn breyta og taka eitthvað alveg nýtt þá inn, eða semst andstöðu við það sem var áður samþykkt. Þess vegna langar mig að vekja athygli á því hvernig 5. greinin er núna í starfsreglunum. 5. greinin fjallar nefnilega takmörkun á kosningarétti, en það er gert ráð fyrir því þessari tillögu að þessi grein falli brott. En greinin hljóðar svo, með leyfi forseta: biskupar og starfsmenn kirkjuþings og biskupsstofu njóta ekki kosningaréttar né kjörgengis. Sama gildur kennara við guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands. Það var heilmikil umræða þessa grein þegar við vorum að samþykkja breytingarnar á þessum reglum síðast, og það kemur líka fram einmitt í greinargerðinni að kirkjuþing hafi árið 2021 breytt þessum reglum, og það var ekkert gert bara að því bara. Það var eftir alveg heilmikla umræðu, og það var heldur ekki svona ástæðulausu sem að reglurnar voru settar þannig eins og ég var að lesa upp núna áðan. Er til dæmis eðlilegt að starfsmenn kirkjuþings geti boðið sig fram til kirkjuþings, eða starfsmenn biskupsstofu, geta þeir boðið sig fram til kirkjuþings? Við áttum þessa umræðu á sínum tíma og það er mjög stutt síðan, þannig að ég ger eiginlega svolítið athugasemd við að fá núna mál þar sem við erum þetta sé lagt til að við séum að þá fara aftur tilbaka til þess sem að vera svona stutt síðan að við breyttum. Og það er líka, við þurfum líka alltaf að gæta að því þegar við, eins og við svo margoft komið fram þegar við erum að vinna hér mál, að við fáum bara tillögu og það er sagt til 5. greinin fellur brott, já, er ekki bara fínt að stytta starfsreglur, heyrt það stundum líka, en svo þegar maður les 5. greinu þá bara byttu, það var ástæð fyrir því að hún er svona eins og hún er í dag. Þannig að við þurfum líka að passa það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigurður Grétar Sigurðsson, Kristján Stóttir og síðan Já, forseti, mér hugnast þetta nú eiginlega ekki, og það er vegna þess að ég er mjög hrifinn af kannski því fyrirkomulagi sem er þetta fulltrúa lýðræði, og ég tel bara mjög fínt að sóknarnefndir og allt í lagi að stækka þann hópa aðeins, sem er svona það fólk sem er í mestum tengslum og aktíft í kirkjunni sinni, svona fulltrúa þeirra sækja héraðsfundina, það sem að líklegt er að áhugasamir kandidatar eru, þannig að það skiptir máli að það séu svona eins og það er hægt. Þetta er auðvitað mjög stór kjördæmi að þeir sem er að kjósa svona hafi haft tök á að kannski kynna sér frambjóðendurna. Mér finnst það svolítið bjóða þeirri hættu heim að það veri smölun og svona vinahópar kannski
vinahópum smala saman. Mér kom í hug, hvort sem það á við nákvæmlega í þessu tilviki eða ekki, hvort það bjóði þeirri hættu heim að það var í einhverju ungliða hreyfingu, einhver stjórnmálaflokks þar sem ein flugvél var leigð, sko, held ég út á land, sko, með einhverjum nýskráðum félögum sem að öðru leyti höfðu kannski ekkert tengst starfið viðkomandi hreyfingar. Þannig að mér hugnast, ég er bara nokkuð sáttur við þetta eins og þetta er. Til máls tekur Kristján Björnsson, vígslubiskup. Já, forseti, bara örstutt þessa grein hérna, fyrstu greinina, að eftirlaunaprestar eða þeir sem hafa látið á störfum með að djákna, þeir eiga ekki erindi hérna á kirkjuþinga því að í kjörtild víðra, af því að þeir sem eru hér kjörtild víðra, þau eru fulltrúar fyrir prestaköllin sín og það svæði sem þau þjóna ef þeir eru í sérþjónustu eða eitthvað þess háttar. Við höfum ekkert að gera með þetta. Svo langar mig til þess að nefna það að ég hafi lesið allar greinargerðina af þessu máli. Pínlítið að taka undir orð Steindórs Runebergs hérna áðan og segja bara að það ætti að vera sko að reglur, starfsreglur kjör til kirkjuþings mættu bara vera einu sinni til umræðu á hverju kjörtímabili og taka bara, núna eru nokkrar tillögur sko víkkun kosningaréttar og það búið að vera dálítið mikið núna og það væri mjög gott að það væri sett einhver regla það hvenar þessar tillögur ætti að vera sem þetta ákvaða þingi, hugsanlega á öðru þingi að þriðja en alls ekki seinna sko, það má ekki vera líka of nálægt næstu kosningu. Ég myndi bara aðeins skoða þetta sko, hvað er hæfilegt í þessu að sko vera hérna með 13 tillögur breytingar á kjöri til kirkjuþing sko, bara halló, sko, eigum ekki aðeins að róa okkur hérna, en ég myndi bara vilja í alvöru tala að það ætti ekki að breyta reglum sko til dæmis of nálægt næstu kosningu eða þá að það væri bara til umræðu alltaf bara á öðru ári á kjörtímabili eitthvað svoleiðis. Þetta er bara svona hugmynd, langar til að Gaukur sagði ykkur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og tekur þá Arna Grétarsdóttir til máls og lýkur umræðunni. Forseti, já, aðeins bara rétt að fara yfir þetta Bryndísmál að talað að við værum búin að ræða þetta og það er svo sannarlega rétt að við erum búin að ræða þennan kosningarétt, það er að segja, taka þetta litla skref þar sem eru 7-15 auka fulltrúar og við fundum leið þar. Ég sá mig knúna til þess að fara fram núna vegna þess að ef við gerum ekkert á þessu kjörtímabili þá er engin breyting fyrr en í fyrsta lagi 2030. Og ok, þú veist, við tökum bara þessu umræðu. Svo aðeins varandi Kristján Björnsson, hérna, við erum ekki að tala kjörgengi. Við erum ekki að tala það að gamlir prestar, trúir þjónar kirkjunar í áratugi komi hingað inn og í pontu, heldur að þeir fá að kjósa. Við tökum ekki aðeins hvers. Já, en það sagði nefnilega að þeir hefði ekkert hingað inn að gera. Ég er að tala kosningaréttin til kirkjuþings. Varðandi Sigurgrétar þá bara, sem er náttúrulega bara þá fylgjandi fulltrúa lýðræðinu og það er allt í lagi, en þá langar mig til að segja óttinn er ekki elskunni, fullkomin elska rekur út ótta því að óttinn býst við hegningu. Amen. Fyrri umræðu lokið þá fjórða mál. Lagt er til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar. Sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti? Það er samþykkt. Aðeins varðandi fyrirspurnatíman, að þá er fyrirspurnir verða svaraðar fyrir hádegi á morgun. Nei, á þriðjudaginn, ég komi náttúrulega bara langt fram á mér, á þriðjudaginn, þannig að þær þurfa að berast fyrir hádegi á morgun og það má beina fyrirspurnir til biskups, til vígslubiskupa og til stjórnar þjóðkirkjunnar. Og þær þurfa að vera skriflegar og þeim er svarað skriflega.
og það eru svo fluttar hérna, þannig er það. Fleira liggur nú ekki fyrir þessum fundi og fundi þessum er þá slitið en við fundum á morgun klukkan 9 með dagskrá. Jú, það fundur í fyrramáli. Það eru nokkuð mál eftir. Það er forseti sem ræður dagskráni. Það er fundur í fyrramáli, mæting klukkan 9. Já, dagskráin á morgun er þannig að við hefjum, bara klárum, ljúkum þeim þingmálum sem að fyrir liggja á eftir að mæla fyrir. Þau eru, já það er búið að búa til, það er 5. mál og það er 17. mál og síðan eru mál frá kirkjuþingi 2023-2024, síðar umræða það er 8. mál og það er 17. mál og ég kemst ekki hérna niður. Já, það eru mál frá því fyrra. Hingrið aðeins við og 15. mál, 17., 35. og 40. mál. Og svo nefndarfundir. Og síðan eru nefndarfundir, en það eru, við fáum hérna gesti á fundi klukkan 1 og það eru Heimir Hannesson sem ætlar að fara yfir samskiptamálin og síðan er það fulltrúi frá formaður samtakanna 78 og nefndarstörf halda áfram, síðan er boð hjá biskupi klukkan 19 annað kvöld. Er það fyrir makka líka? Ég bara, biskup hérna verður að svara því. Það hefur verið það. Já. Þessum fundi er þá slitið. Hérna á morgun verður ég að fara austur frá 14:45